Ævintýralandið heimkynni ímyndunaraflsins og ímyndunaraflið það sem kennir okkur að finna til með öðrum og setja okkur í spor annar. Ímyndunaraflið líka sýnir okkur það sem ekki sýnir okkur það sem getur orðið. Ímyndunaraflið sýnir okkur hugsanlega vera tankandi á bílinn okkar, rafmagni fyrir 500 kall eða restinni í lífrænt fóður, vinnandi hugsanlega bara 10 til 3 og vera með börnunum okkar í staðinn, gera alls konar hluti, kannski hugsa, hugleiða og ímyndunaraflið getur líka sýnt okkur heilbrigt þjóðfélag þar sem allir eru glaðir og bara alls kyns. Sýnir okkur það sem ekki Söguhetjurnar draga 4 lönd af handahófi og púsla þeim umhverfis heimabæinn. Þær setja svo hóptáknið í heimareitin í miðju heimabæjarins. Sögumaðurinn stokkar hvert spilabunka fyrir sig og leggur á borðið nálægt sér. Allir aðrir en sögumaður taka sér óútfyllt söguhetjublað, annaðhvort dreng eða stúlku og velja sér nafn. Hver og einn litar 5 nýjar stjörnur við hæfileika sinnar söguhetju til viðbótar þeim sem fyrir eru. Sá sem vill vera sterkur ætti að lita margar stjörnur við kraft. Sá sem vill heyra og sjá vel ætti að lita fleiri stjörnur við skynjun og svo framvegis. Hver og einn dregur samtals 3 spjöld úr félaga, verkfara og eða hlutastokkunum handa sinni söguhetju. Hver og einn litar myndina af sinni söguhetju. Mynd söguhetjunar má gjarnan lita á meðan sögumaður klárar að lesa leiðbeiningarnar. Yfirleitt gefst nægur tími til þess því ungir listamenn vanda sig iðulega við myndina og gera oft fallegan bakgrunn. Sögumaðurinn velur fjölda sögukróna í samræmi við það hversu langt ævintýrið á að vera. Gott að miða við að 10 mínútur taki að leysa úr hverri sögukrónu þó því séu engin takmörk sett ef sögumaður fer á flug eins og oft vill henda. Getið þið hjálpað mér að safna saman hænunum? Ég verð að ná þeim, þær eru 12. Söguhetjurnar dreifa sögukrónunum ævintýralandið á þá staði sem þykja mest spennandi. Stungið upp á 3 stöðum á hverju landi með sögukrónutákni en þær mega í raun vera hvar sem